Góðan daginn vlog! Það hvítasunnudagur, nei, annar í hvítasunnu og það bara draugabær að keyra. Það enginn á ferð, enginn í Skeifunni, ég var að vinna og ég bara á leiðinni í Bónus að taka vikuinnkaupin, ég held þessi opið í Bónus, ég að tjekka það fyrst. Glemdi að gera matseðil fyrir vikuna í gær, ángríns, ef ég ger ekki matseðil fyrir vikuna og bara kaupi inn fyrir vikuna, þá fæ ég mér ekki kvöldmat. Ég búin svo ógeðslega léleg með að borða kvöldmat bara nýlega. Ég var með 3 kúnna og ég var að deyja í rassinum eftir kúnna númer 2. Þú veist, ég var að byrja á 3 kúnna, þá var ég bara, oh my god, ég get ekki setið lengur. Ég er orðin svo þreytt í rassinum að setja. Ég vaknaði í morgun, svo illt í bakinu, ég fór í heitt bað klukkan 7:30 í morgun. Það er 31 vika, þannig að það styttist í að þetta verði búið. En ég hugsa að mér langi að hafa þetta vídeo svolítið svona hreiðursgerð, baby, stús, meðgöngu, fókus. Þannig að ég veit ekki alveg hvað ég ætla að taka þetta yfir marga daga. Ég veit bara að já, mér langi svolítið að sýna ykkur frá að hafa eitt svona baby-vídeó. Ég er nefnilega loksins, ok, skrítið að ég segi með sólglirun að tala um ykkur. Ég er nefnilega loksins getting somewhere í hreiðursgerðinni. Við erum búin að kaupa kommóðu, búin að veggfesta hana og ég byrja að ræða barnafötum og ný. Þetta er ég ógeðslega lítið af fötum í 3 til 6 mánaða sem ég finnst geðveikt random stærð til að eiga lítið af fötum í. Og ég er nokkuð viss að ég hafi bara óvart hent fullt af fötum. Ég átti sko líka einhver meðgönguföt sem ég er nokkuð viss að ég hefði ekki hent. Ég var svona sparaði fyrir næstu meðgöngu og ég finn þau hvergi, þannig að það hefur örugglega bara verið eitthvað póki sem ég hef bara verið annarkvort var ég bara í einhverju cleaning kasti og var bara fuck it, ég ætla bara að henda þessu, eða ég henda honum óvart. En mér allavega, ég á ekki einustu langar samfellu í 3 til 6 mánaða, þannig ég þarf greinilega aðeins að fara að shoppa líka í loppunni á næstunni. Komin svona mynd á herbyggið, hvernig það á að líta út og ég er bara núna á næstu dögum og næstu svona eitthvað að græja það. Já, ég ætla bara að fara að henda mér í búð og ég ætla bara að taka með mér í eitthvað svona babystús á næstu dögum. Ég ætla að sýna ykkur stöðuna á herbygginu og svona hvað the vision er. En við byrjum sérst á því að taka bara hurðina hérna af. Þetta er sérst bara, já, þú veist, við lokum aldrei hérna inn að því þetta er bara gluggalust rými og tókum hurðina af þannig að það væri hægt að vera með hillu hér. Eftir sérst kommóðu og ég er búin að vera að vinna í því að setja barnaföt ofan. Þetta eru newborn og 0 til 3 mánaða. Hérna eru 3 til 6 mánaða. Og eins og sést, þú veist, þetta eru einu buxurnar sem ég á, þetta er svona 5 pör eða eitthvað. Bara bólasamfellur, engar langarmsamfellur. Svo er ég eitthvað að vinna í því að flokka svona útiföt. Hérna er ég búin að stilla upp, Alex-hillunum og við ætlum að láta skera út plötu hérna yfir fyrir skrifborð. Hliðin á hérna, alveg út af vegg, á að koma ein Billy-hilla alveg hérna upp. Þannig að Billy-hilla, skrifborð, hérna ætla ég að setja eitthvað stól. Hérna ofan að vera sérst skiptiborð og ég ætla að setja eitthvað hillina fyrir ofan líka. Setja myndir, þannig að já. Það er bara djúpinn setja ógeðslega teppagólf og kaupa nýtt loftljós. Ég ætla að fara í IKEA í dag með mömmu og kaupa eina Billy-hillu. Hún er líka ekki dýr, hún kostar bara 11.000 kall eða eitthvað. Ég ætla að kaupa hana. Ég mun örugglega dunda mér að setja hana saman í kvöld og síðan láta pappa veggfesta fyrir mig. Mamma og pappi bestu fóru fyrir mig í IKEA og keyptu hvað heitir þetta? Billyskáp og hurðar. Klukkan er 9 kvöld og ógeðslega fallegt veður úti. Ég er komin með Collagen Medicube maska á mig. Ég er að prófa þetta í fyrsta sinn, ég er búin að auðvitað sér jólin sko. Þetta er svona sem með áður í 4 tíma og hann fer svona inn í húðina. Og ég ætla bara að fara að setja saman hillu. Já, og bara vonandi gengur það vel. Ég er svo óþolinmóð og ég ætla að reyna að reisa hilluna sjálfið, ég veit ekki alveg hvort það mun ganga. En hann mun þurfa að nota þetta og þessa snúru hjá skrifborðinu, þannig ég ætla að stilla því hérna upp og svo bara setja hilluna hér.
þá ég stödd fyrir utan IKEA klukkan korter yfir 2 á virkum degi. Ég tók svona skyndiákvörðun að koma hingað af því að, sko, pabbi er örugglega að fara að koma í dag, vona ég, að veggfesta hilluna. Sko, ég á hvorki bor, né gæti notað bor og ekki heldur Brynjar. Þannig að ég er langt smá að nýta ef hann er að koma að hjálpa mér, í dag og morgun og láta að negla upp eitt annað sem ég hef í huga. Ég skal setja mynd hér. Ég sem sá þetta á Pinterest og ég reyndar skil ekki alveg hvernig þau er að gera þetta. Ég held vist þetta væri snagar, en ég fekk inspo á þessari mynd til þess að setja upp svona langa snaga og hangandi körfur fyrir ofan skiptiborðið. Ég sá IKEA á eiginlega bara alveg svo ég hef í huga og einhverja hangandi körfur, en annars á söstrinni gröni líka einhverja körfur sem ég langar að kíkja á. Ég ætla að fara inn og ég ætla að sjá hvernig þetta er. Svo finnst mér þessi hér svo cool fyrir bókakassa. Út af Oliver með, þú veist, eitthvað skáp með sínum bókum og svo langar mér að litla baby að vera með svona sér bókakassa með litlum bókum. Skápurinn er veggfestur og ég er að setja hurðar á neðri helmingin á honum og ég er í smá sjokki, sorry læti, ég er að skrúa ég er í smá sjokki, það er bara búið að ganga vel að setja saman þessu húsgögn. Vanlega þegar ég setja saman húsgögn þá þarf ég alltaf að leiðrétta eitthvað, en þetta er bara búið ógeðslega easy og ég hugsaði að svona IKEA-guðirnir, húsgagnaguðirnir vorkina verið að setja þetta allt saman ólétt. Þannig þeir eru að gefa smá break. Það voru að pæla okkur Brynjar ekki að hjálpa mér að setja þetta saman. Ég er bara miklu betri í því en hann ég er bara að treysta honum ekki að. Já, í IKEA áðan, ég skal sýna ykkur hvað ég keypti. Ég semst keypti minni típuna af bóka, eða þú veist það sem ég var að skoða sem bókakassa og ég setur allt svona bækur fyrir bara svona litla krakka sem Oliver hættir að lesa. Og svo keypti ég bara svona sæta körfu og það sem ég er búin að setja onni núna er bara svona dót, þú veist, fyrir litla krakka. Ég er búin að vera að finna fyrir baby svo ógeðslega neðarlega. Ég er búin að vera að finna fyrir honum neðarlega seinustu vikur. En senstu daga er ég bara, oh my god, hausinn er að koma út, sko. Finn svolítið mikið þrýsting. Ég á tíma hjá ljósmóður eftir bara 5 daga eða eitthvað, þá ætla ég að spurja hana hvort hann sé nokkuð skorðaður, af því ángríns það kemur ekki hvort hann væri bara búin að skorða sig. Þá lítur Billy Hillandsson út. Þannig að komnar hurðar hér. Þannig get geymt eitthvað svona ljótara drasl hérna inni. Hérna ætla ég að setja bara körfur. Setti hérna þetta, kannski smá dótana sem hann er ekki að vera að leika sér með strax og sem að Oliver hættir að leika sér með. Næst þurfum við bara að fara að gera plötu hérna yfir og færa tölvuna Brynjars inn í herbergið. Ég keypti bara meira svona, ég er að setja aðeins fleiri stærðir í skúffurnar og fara svona í gegnum útifötin. Þetta er frá Tengdó og Oliver kom heim úr spýta, þetta var heimferðasettið hans. Þannig að ég ætla að hafa það líka bara fyrir litla. Góðan daginn. Já, ég ætlaði bara að koma og gefa ykkur smá update af mér á þessari meðgöngu og hvað ég búið að vera að gera senstu dag. Ég er 32 vikur í dag. Heilsan er bara góð. Ég get ennþá farið í göngutúra og unnið og líkaminn er kannski orðin aðeins svona þreyttari. Ég fæ svolítið í bakið. Þetta barn er sko held ég bara alltaf með hausinn niður. Ég spurði hann líka núna, hún sagði já, hann er með hausinn niður núna. Því að ég finn svo mikinn þrýsting hérna niðri. Svo finn ég fyrir svona fótunum hann sinna uppi, þannig ef ég, þú veist, beygði mig svona fram, finn ég bara svona hann sparkir uppeinu mín, eða hérna uppi. Þannig að já, hann er mikið greinlega með hausinn niðri, en ekki skorðaður samt. Ég mun fá auka sónar á næstu 2 vikum til þess að tjekka með stærðina, svona vaxtarsónar. Og ég fæ hann að því að ég er með smá svona magasjúkdóm og það er, já, þá þarf ég að fara í svona aukasónar sem er mjög næs. Ég fekk aukasónar seinar að því að ég fekk COVID þegar ég var ólítið Oliver, þá fekk ég að fara í svona aukasónar. Og það munar svo mikið að fá hann aukasónar á seinustu vikunum að því að
þú ferð ekkert að sjá hann svo lengi. En við erum bara búin að vera í rosa miklum svona decluttering, skipuleggja, skápa á skúffur, gír seinustu daga. Við náðum að gera ógeðslega mikið helgina sem svona, þú sér kannski ekkert á íbúðinni að við vorum eitthvað að gera mikið, en það gerði samt svo mikið. Við tókum haugaferð með alls konar dót og endurröðum í, einhverjar skúffur og eitthvað. Við pöntuðum sem sagt hjá Bíkó svona skrifborðsplötu, þannig að þau bara skera hana út í stærðin sem að við völdum og þau ætla að gera svona pláss fyrir snúrur. Þannig að það getur farið upp í tölvuna. Við fáum hana örugglega næstu viku. Þannig ég sé einhverjum sem man bara setna þegar það er komið. Ég er ennþá bara að vinna í því að setja barnaföt í skúffur. Ég var að fá fullt af barnafötum frá ég veit ekki hvað maður segir, svilkonu systur minnar, ég held að maður segir það. Og ég held að sé alveg eitthvað í stærðin sem ég vantaði nefnilega. Þannig ég er svolítið svona að fara í gegnum það, setja í skúffur, tengdóður og þrífa prjónaföt. Ég er mjög þakklátt fyrir það af því að ég er bara svo hrædd að skemma þau. Ég er ekki mikil svona, ég passa mig ekki mikið þegar þó ég hendi bröllu saman og setja þurrkara og eitthvað. Það sem ég er svona mest að skoða þessa dagana er hvað ég vil hafa fyrir ofan skiptiborðið. Ég verð með þessa malmkommóðu og ofan á henni verður bara skiptidínan. En þessi mynd þarna sem ég var með körfunum, ég held að sé ekki að vera að ganga því körfunar, ég held að sé bara frá detta niður þegar ég set, já, mér fannst þetta ekki einhvern veginn lúkka fyrir að muna haldast. Ég er aðeins svona pæli hvað ég get haft þar. Held ég sé búin að finna mig skiptidínu sem passar á borðið. Ég ætla örugglega bara að fara að kaupa hann í vikunni. En ég er að minnka svolítið við mig í vinnu þennan mánuð. Bæði er ég að taka einhverjum svona styttri daga heldur en ég er búin að vera að gera. Og það er alveg einhverjir frídagar hjá mér. Við erum að fara í alveg 4 daga bústaðaferð í næstu viku. Svo tek ég held í 2 daga í frí vikun eftir það. Ég finnst það mjög skrítið að þetta sé einhvern veginn, ég sé komið það langt að ég sé byrjað að vinna minna og það sé bara að fara að koma að þessu. Herri, ég var að klára 2 kuna vinnudag, klukkan er bara 12. Það fær í smá skeifustús. Það er sem sagt fyrirtæki að selja skiptidínu sem ég langar í bara sömu byggingunum. Ég þarf bara að labba hinum megin við hana og ég er að pæla að kaupa hana svo ég geti bara sett hana á borðið og sé bara nákvæmlega hvernig ég vil hafa í kringum það. Ég var svo erfitt með að sjá þetta fyrir mér þegar dínan er ekki komin. En svo erum við sérst að halda babyshower fyrir Ástu á sunnudaginn og hann í grunar held ég, kannski í grunar hann eitthvað, en ég samt held að ég sé hana á platana. Ég sendi á hana í svona chat sem ég er með, ég Brynjar, hún og Marin hennar. Ég sendi hvort að þau vilja koma í brunch á sunnudaginn af því að fyrirtæki sendi á mig að gera TikTok gegn því að koma. Og ég feikaði AI, ég lét ChatGPT gera svona chat, Instagram chat fyrir mig eins og fyrirtæki að vera að senda á mig. Ég sendi screenshot af því. Þannig ég veit ekki, mér líður sér síðan á platana, en who knows. Ég ætla sérst að gefa henni svona bleiuköku með alls konar dóti sem er á óskalistanum hennar. Hún er búin að biðja eitt bangsa sem reyndar er ekki til í þessum lit sem hún langar í neinstar, en það er einn annar litur ógeðslega cute og eitthvað snuð og krem og ég er örugglega að finna eitthvað skemmtilegt. Ég ætla að gera svona bleiuturn með því. Ég held að það væri bara sæt gjöf frá mér til hennar. Ég er að pæla að taka mig bara smá göngutúr hérna. Þetta er allt í kringum bara byggingunum sem ég er að vinna sem ég þarf að fara. En ég er að pæla að fá bara ferskt og klára smá stús. Ég held að þetta sé liturinn sem ég vildi. Ég ætla að gefa smá haul af því sem ég var að kaupa. Ég keypti Bibs snuð sem voru óskalistanum hennar Ástu og ég fann kanínuna í litnum sem hún held ég var að biðja um. Fannst mér þetta svo cute. Þetta er bara spenna í hárið, svona bleik og í alveg eins lit og munstri svona slaufu snudduband með svona hjartafestingu. Þannig að þetta fer í sem sagt bleiukökuna. Svo keypti ég bara stærð 2-4 kíló, stærð 1 í Grön Balance bleium 2 pakka sílafót, límband. Ég reyndar vídeón sem ég sá á TikTok, þau voru að gera þetta með svona gúmmítegjum, fest allt saman, en það var ekki til. Þannig ég ætla að reyna að gera með límbandi. Og svo svona bleiku borði. Og svo ég var búin að kaupa eitthvað svona babyshower skraut. Þannig ég ætla að reyna að skreyta það líka með
skreyta bleiuturnin með því líka. Ógeðslega random, ég fór inn í Góða hirðin og ég keypti einn eggjabakka á 50 krónur og einn kertastjaka á 200 krónur. En svo er ég komið skiptidínu. Ég er svo stressuð eitthvað að þetta mun ekki passa. Ég var samt búin að mæla fyrir þessu. Tók hana í svona beige lit einhvern veginn. Og já, hún er svona, þetta er svona svo fröðplast smá, svona, ég get ítt svona inn einhvern veginn. Ég held hún sé ekki fara að renna til, en ef mér finnst hún renna eitthvað til, þá ætlum ég að kaupa í IKEA svona gummimottu undir. Ég var búin að sjá einhverju að gera það. Ok, ég er ógeðslega ánægð með stærðina. Hún passar alveg vel, þú veist, á breiddina. Og ég er sko spá, ef ég er með hana bara alveg, þú veist, út á enda, þá gæti ég alveg komið kassa hér fyrir. Ég hélt hún myndi ná alveg hingað, sko. Ég gæti alveg verið með 2 svona körfur hér og verið með bleiðurnar og blautlútana hér, þannig ég þarf ekki að, þú veist, pæli að vera með það inn fyrir ofan, því ég var alltaf svo stressuð að, þú veist, ég þurfti eitthvað svona að teygja mig og svo myndi detta, þú veist, kassi niður ef ég verið eitthvað að ströggla. En þú veist, ég þurfti að vera með smá bíl hérna milli svo að ég næði að opna. En karfan má alveg vera yfir gatinu, sko, þú veist, hún má alveg vera, já. Oh my god, ok, þá þarf ég að reyna að finna körfur í stærð sem að passar hér. En 0-3 mánaða skúffunar eru orðnar sko troðfullar af fötum. 3-6 mánaða skúffan er alveg fín, nema ég er bara með eina langarma samfellu sem er svona það sem maður noti kannski mest. En ég er alveg komið með sletta, þú veist, af buxum og okkur svona göllum og náttgöllum. Þannig að það er alveg einn sem ég vantar að kaupa. 3-6 mánaða samfellur. Svo er 6-9 mánaða alveg looking good líka, nema ég er líka ekki með margar samfellur. Já, ég er bara ekki með neinar samfellur í því. Þetta er ullarsamfella, þannig ég er basically með eina. Svo ætla ég að setja útiföt í neðstu skúffuna. Ég er svona eitthvað að reyna að fara í gegnum þau með vantar kassa sem kemst hér. Það var svo sætur fastakonni sem að gaf mér gjöf í gær. Svona kveðjugjöf. Að ég held hún sé ekki að koma aftur á hann í fyrir orlof. Hún sem prjónaði þessa húfu. Svo sæt, hún sagðist vera nýbyrjuð að prjóna. Ógeðslega sæt. Prjóna húfa. Og ógeðslega cute, svona hvítt. Ég vil að byrta þetta inni. Hvítt vesti, það sko passar á Oliver, ég lét hann máta þetta í gær. En ég held samt ég ætla að geyma þetta fyrir baby og hafa þetta bara svona oversize. Ég held að vera ógeðslega cute að vera í svona langarma samfellu og leggings og svo svona oversize vesti. En mér fannst þetta svo sætt að hún hafi gert þetta og gefið mér. Svo er þetta brjóstapumpan sem ég notaði seinast. Þetta er Spectra. Fæst ekki á Íslandi, ég fekk hana frá vinkonu Ástu Bandaríkjanum. En ég lét Natalíu koma með alla auka hluti og það er held ég 2 pelar í þessu. En ég er búin að tína snúrunni sem var á nota til að kveikja á henni. Þannig ég þarf að fara að kaupa nýja snúrum. Það er svo mikið sem ég er búin að vera svona tala um það að ég kaupi þetta bara í, þú veist, svona júní eða sumar. Og nú er ég bara svona, oh my god, það er komið júní og komið sumar. En mér skemmt skrítið hvað ég þarf bara að klára að kaupa allt einhvern veginn. Svona hluti sem ég er búin að fresta að kaupa. Ég reyndar ætla að bíða og sjá hvað, þú veist, mamma er að gefa mér og kannski hvað ég fæ í baby shower og eitthvað svona. En strákarnir eru í sundi. Ég er bara að fá mér bara að borða og ég held ég ætla bara að gera sér bleiuköku annarkvort í kvöld eða morgun. Surprise! Maður var plataður. Fit check. Sérst að ég bjóst ekki við þessu. Jæja, maður er að lappa heim. Baby shower gjafirnar. Matur Brynjar. Klukkan er að ganga 10:30 og seinsti gesturinn Guðni Ásberg var að fara. Ég er komin heim og ég ætla að sýna ykkur baby shower gjafirnar sem ég fekk. Ég var bæði mig, sko ég var alveg hissa
ég var alveg búin að hugsa þetta. En mér fannst samt ekki mega sens að þetta væri núna. Ég var alveg búin að útiloka það. Við fengum Sound Machine. Við eigum Sound Machine bara svo stingur í samband sem að Ólafur var með alltaf á nóttinni. Hann notaði það alveg fyrstu 2 árin eða eitthvað. Og það hægt að sko, ég gæti farið inn til hans núna og trommað og hann myndi ekki vakna. En þetta fyrir, þú veist, að taka með á ferðina og í vagnin og svona. Svo fengum við baðsæti frá Jelly, eða þú veist Jelly-merkið. Sambasæti við áttum seinast, held ég við selta eða gefið það. Svo fengum við ungbarnahreiður, Cocoon, já, Domo Cocoon hreiðrið. Þetta held ég eitthvað nýtt hreiður og þetta á að vera safe sleeping með svona breathable, þú veist, hliðarnar eru breathable og því ég alveg mjög paranoid með hreiður. En þetta á að vera eitthvað æði og það svona bandjarna sem maður getur fest barnið í stelpunnar leiguköku sem að Birta bjó til og hún ekkert eðlilega flott, svona blómum. Hér ekkert eðlilega svona fagmannlega gerð og geðveikt svona fallega, eða svona clean, svo kemur mín og þú sér bara í gúmmíteina. Ég myndi segja að mín sé svona flott langt í burtu, hennar æði bara nálægt líka. Ég heldur þetta kannski sá Ástit að hún lappaði hérna inn í stofu áðan, gæti hún hafi kíkt inn í barnaherbergi, ég sá það ekki alveg. En svo fengum við Trip Trap, þannig að ungbarna sætið til að setja ofan á og ég svo spennt að nota þetta með Baby 2. Svo fengum við svona æði kassa með barnaloppugjöfum í boði Birtu Ósk, barnaloppu queen. Kongenslog, maður kann ekki segja þetta, galli og smekkur í stíl með svona, þetta eru svona sítrónur. Svo sögðu þær hvað þessir sokkar hétu. Ég get ekki munað það, en þetta er eitthvað góðir ullarsokkar. Ógeðslega cute hérna Ralph Lauren, galli, 66 vesti og 66 flísgalli. Ég er mjög glöð með bara þetta kvöld. Það var ógeðslega gaman og næs og já. Þann daginn, ég var næstu búin að gleyma ykkur. Ég var bara næstu búin að gleyma að ég er að vlogga af því ég er ekki vön að taka vlogg yfir svona langt tímabil. Ég held að þessi vlogg sé búið að vera í svona 2 vikur. Ég er sem sagt komin heim til mömmu. Ég var hérna áðan líka aðeins að preppa fyrir babysjöðurinnar Ástu og ég svona áttum ekki á því hvort hún gruni eitthvað eða ekki. Ég er svo lélegari. Hún held þess að við séum að fara í brunch og við séum bara að fara með strákana til mömmu í pössun og þegar hún kemur í pössun þá surprise. Já, ég er bara komin aftur til mömmu og verður bara hér þannig hún, þú veist, babysjöður byrjar. Ég ætla að sýna ykkur outfit. Check. Það er kjátt í dag. Úff, það læsir við Það erum við systurnar báðar búin að fá baby shower. Ég ætla bara að enda þetta vlogg hér. Ég vona að þið hafi haft gaman að smá svona hreiðursgerðar baby content update vloggi.